Þetta pröfu keisla á þessar vélar. Og ljósin og Viltu fá mixer klapp allstaðar eða? Tango. Já, heyrðu. Ég er með handrit. Já, einmitt. Nú Heyrðu. kemur með það. Já, ég er líka... Ég held að það er að taka þetta handriðslaust, sko. Já, ég veist, nei, ég er með nokkuð gott, sko. En ég ætla að byrja... Ég þarf að byrja á smá texta. Við erum komin svo mikið að styrstaðalum. Þannig að verið sæl í Alkast þvottahúsin sem er í boði Betri Daga og Andri Æsland og fargufan.is. Betri Dagar selja vítamín og fæðubótarefni í hæsta gæðaflokki, Betri Dagar er netverslun og hefðbundin verslun sem selur bætaefni og snirtuvörur í hágæðum. Live Extension notar aðeins bestu mögulegu innihaldsefni sem eru fengin víða úr heiminum. Þetta er einn fyrir þig og ég átti að láta þig fá eina svona líka. Þetta er D-vitamin. D3 maður. Þú ætlar að fræða hvernig D3 rættir. Já, sem sagt 99% vörunum framleiddar í USA. Gæðaeftirlit í hæsta gæðaflokki og gagnsæi sem sagt Betri Dagar er eitthvað sem þú getur treyst á. Auk vítamína selja Betri Dagar einnig vönduðustu CBD-vörur sem fáanlegar eru á Íslandi. Sjálfur hef ég nú nokkur ár notað frá þeim 50% paste frá Lev Pharma á samt 20% leikólíu. Og þessar vörur eru án gríns að vandaðasta CBD sem ég hef komist í tæri við. Svefngæðin hafa aukist í muna, bólgur í líkama eru horfnar og sem sagt það voru slóðkerfisverkir þeim var bara útrýmt leið. Húð og hár og allt er betra og skilvirkara með heilnæmu CBD. Verslunin er opin frá 11 til 4 alla virka daga og hún er staðsett upp í Urriðahólsstræti 24. En einnig er þetta versla í netverslun afsláttarkóðun fyrir þvottahúsið eða sem sagt þvottahúsið afsláttarkóðun þvottahúsið gefur ykkur 15% afslátt á þeim vörum sem ekki eru afslætti fyrir. Þetta var sponsor nummer 1. Svo er það sponsor nummer 2. Eigum við eitthvað að ræða en þetta spons hérna? Hvað er sponsor þá? Þetta vítamín? Já. D3. Ég Já, ætla við bara getum að alveg poppa gert þetta, það. sko. Hefur eitthvað að segja um þetta D3? Sko, Hvað gerir D-vitamin? Svona til að byrja með. sko, ok, það sem ég man, ég var á kafi einhvern tímann í að stúdera þetta, en D-vitamin er rauninni ekki vítamín. Þetta er hormón sem við framleiðum. Og, sko, það er líka einhvað með, sko, að taka þetta með K2, er ekki K2 held ég. Jú. Já, að það hjálpar þér með upptökuna af D-vitamininu. Og þetta er svolítið krúsjál bara fyrir alla starfsemina í líkamannum. Já. Það er semst D-vitamin K2. Já, það er víst rétta kombóið. En síðan, ef maður rétt, þá þurfum við líka svolítið A-vítamini til þess að hjálpa með upptökuna. Og A-vítamin er í rauninni það er svolítið mikil forsenda bara fyrir upptöku á mörgu. Þess vegna kemur lifrin ótrúlega sterkinn. Þá færðu A-vítamin og síðan ertu að fá jafn og alls konar. Og A-vítamin er alltaf að hjálpa þér með alla upptöku. Þú veist að meina þá lifur í matinn? Já, bara fá þér lambalifur eða nautalifur. Lifrapilsu? Lifrapilsu. Lifrakæfu? Lifrakæfu. En þá samt skiluru, ég myndi ekki taka eitthvað, þú veist, ég ætla ekki að segja neinn nöfn á fyrirtækjum, en þú veist, ekki kaupa unna lifrakæfu í búðunum. Já. Það er alveg mikið unnið og þeir eru að blanda yfirleitt svínalifur líka í það og öll svín eru iðnar, þú veist, búskapur hérna. Ég myndi bara búa það til. Þú getur bara keypt hreina lifur, lambakjött í hérna bónus. Svo bara, þú veist, steikja lauk og eitthvað næs með þessu. Steikja lifurina í matvinnsluvél. Þú ert bara með top-notch fæði, sko. En er ekki, sko, er það A-vítamin sem að maður getur dáið af ofneyslu A-vítamins? Ég veit ekki um neinn og hef aldrei heyrt að einhver hafi dáið úr A-vítamin eitrun. Nei. Það er margt hættulegra heldur en A-vítamin. En, þú veist, ég veit ekki hversu mikið af lifur þú þetta éta. Ég er allavega búin að éta hellingalifur. Ég tek þetta svona í tímabilum. Þannig að, ég ætla ekki að fara að vera með neitt hræðslu áróður með A-vítamini, sko. Getur verið að, sko, ef ég man að þá þarna hvort að ísbjarnalifur sé í raun og veru bara eitruð af því að hún er með svo mikið A-vítamin. Já. Shit. Já.
sko það muna það. Það er náttúrulega ísbjörnin lifir á alveg svakalegu fæðu, sko. Já. Hann er örugglega með. Ofurfæði. Já, hann En lifir bara þú veist, fæðu. ég veit bara að það eru margir sem eru að borða lifur og þú veist, borða hráa lifur. Ég hef tekið það líka. Þá fristi ég hana bara. Já. Það er ég búin að skera hana í litla kubba. Og þú veist, þá tekur þetta bara eins og pillu. Myndirðu borða mannalifur? Nei. Myndirðu aldrei gera það? Já, þú veist, ef ég myndi neyðast til það, skilja, það væri eitthvað svona alive situation. Hún er bara matreitt, mjög góð og þú myndir ekki þurfa að segja neinu frá því ever. Myndirðu ekki smakka hann í alvörunni? Nei, ef einhver myndi bjóða mér upp á mannakjöt. Ef ósýnilegur maður myndi bjóða þér mannakjöt, Nei. þá myndi enginn En ef ég vita. væri í aðstæðum, þannig sem að bara ef við erum að tala um, skilur, flugvél myndi krassa eða eitthvað svoleiðis og við þyrftum bara að fara að éta hvort annað, sko. Veist, það sem eru dauðir, sko. Já. Ég myndi borga fyrir mannakjöt og veitingastað, sko. Ég var það? geggja til í að smakka mannakjöt. Ég meina, þykir það mjög mikið tabú? Í alvörunni? Að borða mannakjöt? Já. Sko, maður náttúrulega veit ekki, skilur, þú veist, hvað erum við þá erum við að tala um bara eitthvað sem bara dóur elli, erum við að tala um bara eitthvað sem að bara, herra, ég ætla bara að taka mitt eigi líf og Ekki ég vil láta gamlan. Ég veit ekki gamalt. Nei, en þú veist, eins og Fá með einhvern bara dýra góðan, bara- mat, skilur, þú vilt Crossfittara sem er í góðu formi. Já, þetta var spurning, Það er ekki skilur, eitthvað ólsveikt helvíti. hvernig endaði crossfittarinn á veitingastað sem getur búin að mannakjöt? Já, mér varðar ekkert um það. Nei, ok, no questions asked, sko. Má ég halda áfram? Það Já, eru tveir já. sponsorar eftir Já, hérna. ok. Það er Við hérna erum sam- búin að fara smá í Það er D-vitamin. samkeppnisaðilans Arnós, það er hann Andri. Það sem er, þú ert með samt góða sponsori. Já, Þetta er allt gott Þetta stöf. er geggja lifið, þú staðið fyrir þessu öllu. Andri er stofnandi Andra Æsland, umbreytandi, veljuðunar og heilsu þjálfunarstöð, þar sem áherslan er lögð á að miðla ávinningi kuldameðferðar, öndunaræfinga, hugurorku og hreyfingar meðal annara sannreinda mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus á beinni kennslu frá heimsæktum, höfundum, þjálfurum og kennurum á sviði mind-body tækninar hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækist eftir umbreytandi þjálfunar upplifun sem á sér enga líka. Það er einfallega eitthvað algjörlega einstakt sem fólk upplifir við það að dýpka skilning sinn á öndun, ögra gömlum skoðanaminstrum og fara ofan í ískalt vatn. Þetta er einföld leið til þess að endur uppgöta getu þína til að ná stjórn á sjálfvirkum streituviðbrögðum og læra að vera í lagi sama hvað. Þetta er eins og að læra að finna innri kyrrð í auga stormsins. Þú vil tekið undir þetta. Þetta er geggjaður texti, sko. Er hann frá þér, eða? Nei, ég held ekki, sko. Ég held ég hafi bara copy-pastað hann á síðunans. Já. Hann Andri er líka klassa gaur, sko. Hann er inn í Rauðagerinu, númer 25. Já, ég frett hann væri fluttur. Ný fluttur, ný stúdíó. Við elskum Andra og Andri elskar okkur. Heyrðu, og svo er það hérna. Dararara, síðast en ekki síst. Nýjasta. Þetta er nýjasta í alkastinu. Við kynna enn eitt styrktaraðila til leiks en það er fargufan.is. Fargufan er einstakt fyrirbæri og þetta skrifaði ég sjálfur í morgun, kl. 6:30. Aleit hjólhýsi á 2 stöðum í borginni þar sem hjólhýsum hefur verið breytt í viðarkynntar opnsánur eða ofursánur. Inn á fargufan.is er þetta að skrá sig og negla föst pláss í klukkutíma langar sánur sem stjórnað er af gussmeisturum. Ferlunni er skipt upp í 3 lótur í góðum hita, raka, ilm og ljúfri tónlist og á milli lotna er svo kæling. Vagnarnir standa við Atlantshafið og það er þó tilvalið að kæla sig í sjónum á milli lotna. Hægt er að kaupa staka tíma en einnig býður fargóðan upp á klippikort. Síðasta árið hef ég sjálfur persónulega mætt í fargóðan 1 sinni 2 í viku og óvægt er að segja að það hefði breytt lífið mínu eins og svo margt annað frábært sem ég hef tilengað mér. Hreinsun fyrir sál og líkama, hver tími er einstakur og speglar að hverju sinni hverju er stattur. Stundum er hitinn áskorun eins og í gær. Ég endaði í gólfinu. Já. Bara bókstaflega. Bugast. Ég var bara krossfastur. Ég hélt ég var að deyja. Gegga. Meðan að önnur skipti þá sit ég í algjöru árenslu leysi. Guðurnar eru flestar þannig að allir eru klæddir, sundfatnaði en einnig er bóðið upp á naktargusur sem ég mæli persónulega sterklega með. Farið inn á fargufuna.is og skráðu ykkur í klubbin og endurræsi kerfið í góðum félagskap. Velkomin Fargufan og velkomin í alkastið sem er í bóðið þvottáhússins Arnór. Og svo, veistu, þú ert Sveinsson, ekki? Sveinsson. Það er bara takk fyrir að fá mig. Þú komið hérna einu sinni áður, Já. þar sem við fórum yfir söguna hérna og svo hefur kona hérna, basmóður komið hérna líka, hún Ingiborg. Yes. Og þarna fórum svolítið yfir söguna hérna síðast. Já. Gamla góða sagan, sko. Gamla góða sagan, sko. Var það fyrir COVID eða var þetta í COVID eða hvernig? Þetta var,
Nei, þetta var bara í eða eftir COVID. Já. Minni það, sko. Þetta er svo fyndið tímapunktur í sögunni. Já. Svo mikið sem er fyrir og eftir COVID, sko. Já, ég veit það. Svakalegu Þú breytti tímalínuna einhvern veginn, sko. Já, gerði það. Þetta er bara einhvern veginn, einmitt. Þetta er svona fyrir 9/11 og fyrir COVID. Já. Gerðist eitthvað merkilegt fyrir COVID? Fyrir COVID? Já. Já, hann baugur fór á hausinn. Já, svo hrun. Já. Það er hrun líka á 2007, sko. Já. Nei, 2008. 2007 var síðasta góðaris árið, eða ekki? Já. Ég misti samt eiginlega af hruninu. Já, ég líka, ég var úti. Já. Varstu úti þá? Ég flutti bara, þú veist, í hruninu. Já. Samt ótengt hruninu. Sko það var eiginlega, kom svolítið vel út fyrir mig í hruninu. Ég var að sjó þá, þannig að þegar við höfum það gott hér, þá í rauninu fengum við minna fyrir fiskinn. Já. Síðan þegar hruninu kom, þá hækkaði verðið á fisknum. Það sem vorum að selja út, sko. Fyrstu meiri money þá? Þá fengum við meira money. Þá fengum við meira fyrir fiskinn, sko. Við elskum money. Ertu sjómaður? Ég var á sjónum í svona 11 ár áður en að ég breytti stefnu, sko. Já. Það var í hinnu podcastinu, sko. Var það? Það ekki, það fórum við ekki eitthvað yfir Jú, það. við fórum alveg í það. Það var hann einhver vinnuðin sem lesti það ekki. Jú, frændi minn. Já, frændiðin, alveg rétt. Það var svona... Við fórum við það í viðtalinu, sko. Það var svona mitt högg í lífinu. Já, einmitt. Sko, við ætlum að fara nálgast þetta frá aðeins annari átt í dag. Já. Við ætlum að fara inn í þetta svona aðeins meira, hvað ég segja, svona út frá faglegu. Veist, núna var ég að kynna hérna auðvitað, veist, þessar sponsora. Þetta eru vítamín og CBD og bætefni og svo eru við með andra sem þú náttúrulega þekki vel og er að gera góða hluti og svipa hluti eða sömu þú ert að gera. Já, það er svona að ég náttúrulega ekki farið í tíma hjá andra. Við vorum saman hjá Wim Hof, sko. Já, þið eru báðir að vinna með kulda og öndun og teygju. Já, og bara kann mjög vel við andra toppgur. Og svo er það gufan. Þetta er allt svona svolítið tengt í svo að gera og ég var búin að gera þetta eitthvað handrit. Ég ætla að kveikja mér hérna í Jónu og svona og láta Arnór fyrir hérna. Vilt þú ekki að kíkja bara yfir þetta? Veist, þetta sér við hérna. Sér þetta hérna. Þetta byrjum bara... Sko, ég myndi nú bara vilja byrja á því að tala hérna út frá eigin reynslu. Gerðu það? Já. Ég náttúrulega kom í tímatíðin, þannig að það var sko, fyrst fór ég í þarna svona hóptíma. Já. Og það var sko slökun, öndun og tónheilun og það var alveg bara merkilegt að sko ég var bara fyrsta skipti að fara í svona tónheilun eða hvað kallar þetta? Tónbað. Já, bæði bara, skiljur hvað virkar, sko. En í rauninni þá nota ég tóna til þess að hjálpa fólki að skapa ánægilegra hugleiðslu slökunar ástand. Já. Og þannig að þetta er blanda af öndun, tónheilun og síðan svona viljastýrðri slökun. Já. Svona jóga nýtra thing. Já, einmitt. Og það var einmitt, sko, þegar ég var í þessum þarna hóptíma og í raun og veru svona djúpslökunin var að þarna svona virkilega fara í gang að þá fékk ég bara svo svakalegan svona fótapirring að það var bara eins og ég væri með einhverja sko maura í fótunum á mér og átti ekki séns. Nei. Og þarna þetta er eitthvað sem að ég sko hef verið að díla við hérna í bara mörg ár svona einhvern fótapirring en síðan sko ekki lengi þangað til bara þarna þá bara komið þetta aftur og alveg bara í tíma í honum eitthvað bara þú veist uppsafnað sko og þetta var rosalegt. Var búin að segja því að ég fór síðast til hans? Nei. Var byrjun desember 2022 Ákomst þig í mjadmaræs eða ekki? 2-3 klukktíma mjadmaræs ég var rúllaður út nánast í hjólastól ég kom heim, ég var veikur í viku en ég hef ekki verið veikur síðan ég hef ekki fef síðan það er hreinsinn já, þá erum við líka að vinna svolítið mikið með hérna hvað situr í mjadmanum? Akkur er mjadmennan eitthvað svona mikið? Sko, psoasinn sem sagt hipflexorinn þetta er vöðvinn sem að tengi saman efri hluta og neðri hluta þetta er vöðvinn, hann tengist í rauninni í hryggjarliðina þína, næstuði bara alveg upp að þindinni og svo fer hann, þess að partur af vöðunum fer síðan hérna inn í mjaðmaskálina, tengist þar
og síðan partur á honum sem að fer í rauninni yfir mjaðmaskálinu og tengist í læribeini og það talað margir talað það og þar á meðal ég þannig að það sem ég að segja núna í rauninni út frá mínu sjónarhorni en það margir sem að tala þetta einmitt með sóasinn að þetta oft kallað vöðvi sálarinnar og þarna mikið af tráma og streitu og í rauninni tregðum og oft þegar við losum þessa tregður þá þá losnar eitthvað út sko. Það sóasinn sem að gera það verkum að ef maður að díla við mjóbaksverki að maður skekkist allur maður dregin bara Já, ég meina að það getur verið ef að, þú veist, ef að annar sóasinn stífari en hinn þá kemur meira tóg þar og þá myndi ég halda líka ef að tógi segjum að þú væri með tóg þá hægra megin þá kemur bunga út vinstra megin og bara, þú veist, það eru mjög margir sem að hafa verið að glíma við einhver mjóbaksverki og svo tökum við bara í rauninni opnum mjaðminnar, styrkjumnar En þetta náttúrulega bara það sem að ég upplifði síðan daginn eftir þegar ég fór í svona engatíma til þín að þá það hitt sko að þarna ég búin að vera að díla við sko mjóbaksverki svona bara einhverja króníska þreytu í mjóbakinu og hamstringsmeiðsli þú veist sem að bara skiptast á milli hægri og vinstri og þetta búið að plaga mig sko meira og minna allavegna í 3 ár og búin að þú veist fara í alls konar meðferðir og nudd og eitthvað þú veist og sem það mjóbaki líka og það hefur alltaf bara verið eitthvað svona þú veist tímabundið fix mjög tímabundið nema síðan sko fór ég þarna í 1 tíma hjá þér þar sem að þú tókst þarna þú veist í fyrsta lagi eitthvað bara inniblannutt sem var náttúrulega bara eitthvað fáránlegt eitthvað bara þú veist það bara farið sko inn í mig og bara þú veist nuttaði einhver líffæri og síðan það sem að þú sko í raun og veru fórst í gegnum þessar sóasteyjur það sem þú tókst þessa sófateyju þarna og alveg bara fórst með alveg sófateyju bara upp á næsta level og ég búin að vera nýta mér hana síðan og þetta tók svona 2 daga og þá var bara sko þarna þreyta og meiðsli og leiðindi svefnleysi, vakna alltaf eitthvað þú veist boginn og aumur í bakinu þetta bara búið vel gert þú veist, og sérstaklega, ég meina, ég stunda mikið að íþróttum og hleyp og hjóla og syndi og alls konar og að losna við bara svona, þú veist það svo geggjað hamstringsvesen sem að bara plaga mig í sko 2-3 ár en nú ég hann forriðin, hvað alvöru sófateyja? Sko, þá þjálfaninn eða ég með honum og ég náttúrulega, þú veist sófateyjan eins og útgáfan sem við gerum og þetta í rauninni það sem að kemur frá Primal aðferðinni og þá og það kannski ekki allir sem vita hvernig sófateyjan en svona í stuttum máli þá skellurinn hénuðinu upp við vegg þarft ekki endilega að fara alveg upp við vegginn þú stígur í fremri fótinn og sem að þýðir það að þú byrjar að opna á því mjöðmina og það sem að við gerum síðan í þessu að við í rauninni búum til smá hreyfingu í mjöðminu hvort sem þú dúar teikna smá hringi og síðan notum við að virka rassöðan, kreista rassöðan þannig að þegar þú ert sjálfur þú ert í teginni þannig að segjum að ég myndi segja þér að gera þetta og þú verður að gera þetta heima þér þú ert að kreista rassöðan og þér 3 sinnum á þessum 2 mínútum þú veist, myndir þú fara alveg í því líka virkni eða myndir þú bara gera nóg skilur mig þannig að þegar þjálfarinn þá ég bara kreistu og ég poti í rassinn bara heyru, þú ert ekki að kreista aðeins meira og síðan tósa ég hana dýpra niður þannig að þú veist pointið í rauninni að komast í gegnum einhver tröskuld þar sem að við notum styrkin í rassöðunum þannig að styrkun í rassöðunum leifir síðan taugakerfinu að opna mjöðmina meira að því rassöðun akkurat á móti mjöðminni skilur mig og þá komist alltaf dýpra og dýpra og eins og fann skilur þetta var heldur ekki bara skilur líka menn það var líka svona smá tilfinningalegt og svo leiðis í gangi fórst að grafa langaði það sko en þú veist við komist það djúpt skilur mig að hann kemst í gegnum þessa þú veist þetta tóg sem hefur verið að myndast
þetta getur verið gamalt, það getur verið vont að þú rýfur þetta upp Já, eins og ég var að tala hérna eftir þessa mjamaræsingu hérna hjá þér já, ég var bara farveikur í viku já það hlýtur eitthvað það hlýtur að liggja þarna eitthvað eitur Já, hvað við köllum eitur skilurum mig en en hvað er það sem að veikir mig sem losnar hann út sko, þú getur lítið kannski á þannig að hérna það kannski verið mikið álag í gangi búið að vera mikið álag í gangi það kemur í tíman og svo kannski, þú veist, verið eitthvað tímabil í lífuna þar sem þú veist kannski orðin smá svona, þú veist, segjum að sé ekki á besta staðnum ég bara svona skjóta, skilu og hérna og þegar maður er í þessum við getum sagt að þú veist, þá ertu nær fight, flight móti kannski komin í hálfgert frís getur verið að rokka hann á milli frís og flight og þannig er ónæmiskerfið þitt í rauninni ekki að virka eins og þetta virka af því að ónæmiskerfið virkar í slökunar ástandi við köllum rest and digest þar ertu í endurheimtunar ástandi ok bara svona stutta útgáfan segjum að þú hefur komið í tíman við nota teyjunar, líka öndununa sem við gerum þú actually náðir að komast í einhver slökunar ástand líkamlega og andlega sem þú hefur ekki náð að gera í langan tíma allt í einu ertu komin í úrvinnsla ástand og hvað gerist í úrvinnsla ástandi? Jú, líkaminn fer að losa sig við líkamlegt sull, andlegt sull, tilfinningasull þannig að það er bara svona stutt sem að ég myndi skjóta að hafi gerst algjörlega, en hvað er sullið? Andlegt, tilfinningalegt, líkamlegt Já, en ég meina, er þetta skilur hvað, er þetta áþreifanlegt stöff? Nú bara er þetta eitthvað svona afgangur af eitthvað svona streituhormónum sem er kastað út í kerfið, ég meina, er þetta í efnisformi? Já, ég meina, þú veist, þegar þú ert í meira streitu ástandi, þá ertu með meira af streituhormónum í kerfinu. Þegar þú kemst í slökunar ástand, þá færðu meira af gleðuhormónum í kerfið, skilur. Þannig að í rauninni skilur höfum við aðgengi í taugakerfið okkar bæði með öndun, með teygju þú veist, og með hugsun, skilur ég get hugsað einhverja gleði í 10 mínútur og ég fer þá að fá meira af gleðihormónum ég er bara, þú veist, ég fake it till you make it en þegar að, þú veist, slökunarkerfi kikkar inn þá fer úrvinnslan í gang, af því þetta er úrvinnslu ástand og þá bara, þú veist, jú, tilfinningalegt og getur líka verið bara einhvað gums sem varst búin að vera að borða af því að úrvinnslan er ekki bara skiluru, það er ekki bara að vinna úr fæðunni, skiluru, af því þetta kallast rest and digest þú veist, digest í þessum þætti sé ég að það er meltingin fyrir tilfinningar, það er meltingin fyrir þetta andlega, þú veist, það er meltingin fyrir líkamann, það er meltingin fyrir fæðuna þetta er bara úrvinnsla Þetta er held ég stæðsta vesinni í dag, skilurum er að við leifum okkur ekki að komast í úrvinnsla ástand og það er að leiðandi byrjar að koma meiri tregða það safnast upp alls konar stöf í líkamannum og þú veist, hann losa sig ekki við það. Eins og ég meina, þú veist, þú kannast kannski við þetta og starfaði nú sem kennari eða varst í þarna því yrki þarna í einhver ár að sko, ég hef heyrt svo ótal mörg dæmi kennara sem að sko fara í sumafrí og bara verða veikir bara, þú veist, vikun og eftir. Bara leiðu komast í frí. Leiðu komast í þetta slökunar. Að þá bara, þú veist, er greinlega einhver uppsöfnuð bara streita og spenna í kerfinu sem bara, þú veist, losnar og líkaminn bara, þú veist, brotnar niður. Það make a sense. En það sem ég finnst áhugavert, það er örglega þá í þessu samhengi, því að í þessum tímum, ég var líka hjá á námskeiði. Já. Sem að við vorum að taka mikið á þessum öndunaræfingum Var ég þá með kælingu á sama tíma? Já, vorum eitthvað í kælingu Þá þetta er svolítið nokkur ár síðan þá var fólk sko í þessari hvað ég segja, oföndun eða þessum öndunaræfingum sem þú varst með þá var fólk að alveg bara brotna niður og bara gráta bara í kringum mig Mér segja gaurinn sem að ég var með sko. Hann bara lágur hliðina með bara, hann átti gott release bara ekkaði þannig að ég er svo forvitin sko, veist, að vita sko, veist, hvað er það sem við erum að veist, er þetta afinu efnislega eða er þetta bara eitthvað í eternum sko, ég seti sér bara blanda af öllu veist, við erum með okkar shit úr okkar lífi. Ég held líka að þú veist, ef við skoðum bara á vínslega sanna þá eru við með í rauninni
við erum með, hvað var, 7 kynslóðir eða meira. Já. Við berum með okkur stöf, Syndir forfeðranna. já, 7 kynslóðir og það sem ég hef upplifað og séð, bara út frá því, þá er ég alveg viss um það að fólk stundum bara að það að kúka einhverjum kúk frá forfeðrum sínum. Bara bókstaflega skilur, bara það hérna frá mínu sjónarhorni, þá engin vafi. Og það sem gerist skilur, eins og þessi öndun sem við tókum þá í síðasta tímunum. Já. Þú veist, og þetta námskeiðið svolítið undirbúningur að þessu mómenti. Bæði með fræðslu og síðan, þú veist, bætum við alltaf í, skilur, öndunan einhverjum tíma og síðan í síðasta tímanum þá í rauninni, ef við horfum á það þannig, þá förum við það djúpt í öndunina og gerum hana það intense. Það sem gerist í líkamanum að það losnar koltvísýringur úr kerfinu. Og koltvísýringur sinnir líka því hlutverki að fá í rauninni súrefnið út í frumur og vefi. Þannig að fyrir fólk sem til dæmis andar krónist með munninum, það alltaf að losa meiri og meiri koltvísýring, sem að þýðir það að það fer minna af súrefni sem að skila sér í frumuna, af því að rauðu blóðkornin vilja ekki fara með súrefnið inn í frumunar nema koltvísýringurinn sé til staðar. Þetta bara svona skipti. Þannig að ef ég búin að vera óvanda mikið, þá ekki koltvísýringurinn til staðar. Þetta ástæðan fyrir því að ég að vakna miklu útkvíldari eftir ég fór að sofa með einhvern munnplástur. Nákvæmlega. Þú bara tryggir betri svefngæði, þú ert að bæta öndunina, það meiri loftsamskipti alla leið bara á frumuleveli sem myndu kalla innri öndun. Það engin smá munur, sko. En það sem að gerist þess að þannig, ég hoppaði þess að nótur en það sem að gerist þegar við förum í svona intense öndun, þá minna af koltvísýring að fara í kerfi sem að þýr það rauninni, það minna blóðflæði í heilan, þá framheilan. Framheilin okkar parturinn sem að hugsa skilur hvað gerði ég í gær, hvað gæti gerst í framtíðinni, gerist þetta aftur, þannig að þetta svona svolítið það sem við búum til vesen. En þetta líka geggjaður partur, þú veist, það sem að við getum hugsað, þú veist, hvað ætli heimurinn sé stór, eru til geimverur, hver byggði píramítana og alls konar sem að færa okkur til þess að, þú veist, pæla í hlutum. Síðan aðeins innar í heilanum þú veist, ég einfalda heilan mjög mikið. Þar eru við með tilfinningahormónaheilan og ensku heitir það lymphatic brain. Og það rauninni það sem að skýtur út hormóna í kerfið, skilur mig. Þannig að ef ég lendi í aðstæðum þar sem að eitthvað mjög skeri, ég þarf að flýja, meira adrenalín, meira kortisol, þú veist, get út tjapa. Það líka, skilur mig, oxytocin, það líka góðu tilfinningarnar. Þannig að tilfinningahormónaheilin, það svona það sem að við upplifum tilfinningarnar og þú veist, það tengist hormónin. Síðan fyrir við ennþá dýbra, það sem við köllum í rauninni eðluheilan eða reptilian brain. Þetta frumheilin og þarna rauninni bara eðlið, skilur mig. Þetta bara, þú veist, eldurinn heitur taktu hendina af, skilur mig. Vatnið kalt farið úr vatninu. Og ég sé það þannig að sem sagt, það hann að samstarfa á milli þessa heila. Bara ef við tökum dæmi þegar ég fer ofan í kalda vatnið, þú veist, þá ég að nota framheilan að taka ákvörðun við að fara í kalda vatnið. Ég fer ofan í kalda vatnið og eðlið kikkar inn og segir bara drullaðir úr þessu vatni núna, þetta skítkalt. Og bara allt þetta sem bara eðlilegt að gerist og framheilin, nei, ég ætla að vera onni. Goddammit, ok, þá hef ég samband við tilfinningahormónaheilan og hann fer og dælir alls konar hormónum og hérna þú veist, endorfín, alls konar gleði, serotonin, allt þetta sem ég þarf í rauninni til þess að survive aðstæðunar. En síðan verð ég bara í 2 mínútur og fyrir upp. Þau bara verðlaunað. Já. En það sem að gerist síðan í önduninni þegar það minnkar flæðið framheilan og það minnkar í rauninni það sem að rökhugsun í gangi, þá sé ég þannig að sem sagt, þá allt í einu ferðu í meiri tengingu við tilfinningarnar og jafnvel ennþá meiri tengingu inn í eðlið. Þannig að sumir sem í svona öndunarsessjónu, þeir ekkert endilega eitthvað, já, ég sá, þú veist, eitthvað gerast í fortíðin, eitthvað gamalt tráma, þeir bara fóru að gráta. Það bara kom eitthvað kunnuleg tilfinning, eitthvað sem var ekki búið að vinna úr og hún að losa það. Á þess að geta kannski skilgreinda eitthvað nákvæmlega einmitt eins og segir, hvað það Já. Og þess vegna bara hvort það sé úr þeirra lífskeiði eða einmitt eins og þú segir, bara 7 kynslóðir tilbaka. Einmitt. Þannig að ég segi, basically skorturinn á súrefni í framheilan að koma þér í meiri tengingu við tilfinningar og ræðilið. Já, en þarna, þú veist, það sem þú ert að segja núna bara að við þurfum að fara að einblína þá líka miklu meira að neföndum.
Neföndun? Já, bara, þú veist, bara öndun yfir höfuð. En eins og þetta skilur mig, þarna snýst sessjónið að koma einhver í gang. Þannig að við myndum náttúrulega aldrei mæla með því að fólk væri að ofanda svona yfir allan daginn. Og ég segi það tími og staður fyrir svona öndun. Ég held að flestir í nútíma samfélagi hefðu meira gott að því að byrja að anda með nefinu, róa öndunina, læra að anda lítið og létt. Af því það róar kerfið niður. Anda lengri tíma, eða ekki? Jú, sko, dýbra, og dýbra er ekki endilega anda mikið, dýbra er að fara niður í þindina, skilur mig. Það sem að ég sé oft í þessu breathwork og breathwork er orðið rosalega vinsælt og mikið af þessu er einmitt að búa til einhver svona ástand eins og gert hann í síðasta tímanum hjá mér og þú veist, þetta er svona að vera að selja chasing the high, sem er, þú veist, maður getur fengið geggjað út úr þessu en margir eru síðan bara í því. Já. Bara hverjum degi, bara full blown Wim Hof session. Þetta er mjög vinsælt, sko. Gleyma að fara ofan í kviðinn, gleyma að nota nefið. Þannig að ef þú gerir þetta á hverjum degi, þú veist, notar streituvöðvana til þess að anda, þá ertu væntanlega að þjálfa þetta pattern. Og ég segi, það er ekkert að ég að gera þetta, en þú verður að þjálfa líka hitt patterni, sem að tengist parasympatíska kerfinu. Og ég held að flestir hefðu meira gott af því. En er þetta ekki bara, skortir þetta ekki bara aðeins meiri fræðslu? Jú. Er það ekki? Það er í flestum tilfellum. En það er náttúrulega komin einhver bara svona, getur við sagt, öndunar vakning. Já. Og það er andleg vakning, sko. Anda. Sko, það er einhvern veginn bara allir á einhverjum öndunar námskeiðum og orðnir einhverjir öndunakennarar. Þetta eru fannar að keyra þetta inn í fangelsunum og... Já. Og þetta virkar rosalega vel til dæmis eins og með að losa, þú veist, tregður og tráma úr kerfinu. En hvað svona kom þér inn á þessa andabraut? Sko, ég byrja hana í jóganu, svona meira. Og það er hana eitthvað 2012, man ekki alveg, 2013 sem ég byrja að kenna jóga, en öndunin var, náttúrulega öndun er gríðarlega stór partur í jóga og að þú ferði í fræðin þá erum við með í rauninni það er einn angi í jóganu sem að heitir pranayama og það er öndun eða miðla í rauninni orkunni og ég er alveg á því að þú skoðar þessi rit og alvöru rit þú finnur allt þetta sem er að orðið vinsælt og hæpað í dag þú veist, þú finnur Bouteiko og öndunina að útgáfa af því að þú skoðar bækur, skilurðu mig þú finnur líka einhverja ákveðna tegund þú finnur líka ákveðna tegund af Wim Hof önduninni þarna og ég held að ég vissu alveg þú veist, vissu þetta vel Því þú ert náttúrulega bara þarna að kúplaði inn í einhver svona mjög náttúrulegar aðferðir Þetta er náttúrulega en anda þetta er náttúrulega bara þetta snýrað einhverjum náttúrulegum og það sem mér finnst sko svo geggjað eins og það er svo ótrúlega margt úr jóganu því að ég held að sko yfirleitt þegar fólk heyrir orðið jóga þú veist það eru bara að sjá einhverja jógatíma inn í einhverju gimmi eða einhverju jógastöð og fara að gera teygjur skilur mig en þetta er svo miklu meira og þetta er allt þarna inn í, þú veist, það eru bæði bara gildin í lífinu, skilur mig. Þú ert að tala um þessar 8 greinar? 8 greinar, já. Það sem þú ferð í rauninni, já. Þú veist, og það 8 angar jógans. Og það er í rauninni, þú veist, bara svipa svona eins og boðorðin, skilur fyrstu 2, nema þetta er ekki eitthvað þá sjálfnatt, þetta er bara svona góð viðmið í lífinu. Og þetta er fókus og alls konar reyðfun og hreinleiki. Já. Og ægi og þú veist og ekki stela skiluru þú veist og þú veist þetta er náttúrulega dýpra heldur en þú veist ekki stela mat eða eitthvað þetta er þú veist ekki stela orku frá öðrum ekki stela orku frá sjálfum þér og síðan förum við í öndununa síðan koma hreyfingarnar jógastöðunar síðan kemur einbeiting hugleiðsla og svo þú veist toppurinn á að vera enlightenment en þú veist þetta er alltaf finna þarna en svo þessu fyndi skilur í dag bara eins og skilur fyrir svona 20 árum, kannski rúmlega 20 árum, ef þú hefur verið sálfræðingur að mæla með hugleiðslu, þú væri þannig skrítinn sálfræðingur, bara, kannski bara hætta á að missa leyfið þitt, skilur En núna eru við sérst komin með þetta, vísindin eru búin að rannsaka þetta, heilugu vísindin,
and we call it mindfulness núna, skilurðu mig þannig að og sama að gerast með öndununa núna, skilurðu, það búið vorum heppin hvað Wim Hof náði mikill athygli mikið af rannsóknum hafa verið gerðir á honum og þú veist hans hópum Þetta var einmitt eina spurningunum, ég okkar að koma inn á þá eftir, varandi Wim Hof, veist, hann sá sem kemur í rauninni með kuldan og þessa tilteknu öndun því tengt bara einhvern veginn, hann bara maður sem kom með þetta eða var eitthvað að þessu iðkað fyrr? Já, það er búið að iðka þetta bara í mörg ár, ég veit ekki hvort það sé endilega samsetning með öndun og að fara í kalt vatn en ef þú fer bara og það mér skilur mig að hann hafi fengið þetta svolítið frá Tíbetunum og það öndun sem heitir Tumo og ég meina Tíbetanir voru bara það svona keppni það sem ég sátu út í kuldanum bara með teppi á sér og þeir voru ekki að gera oföndun skilur mig, þeir voru með bara rólega öndun en fókus í að búa til hita og snjórinn bránaði í kringu þá þannig að sko ég veit ekki, þú veist, þetta allt hana ég held að við vissum þetta allt hérna fyrir löngu En hvað, fóst þú í eitthvað svona Wim Hof dæmi? Já, ég tók kennararéttindin í Wim Hof og svo hef ég verið að fara í meira öndun ég hef verið það sem sagt, þegar ég fer í kennaranámið þá sem sagt algjör snillingur sem heitir Kasper van Múlen sem innan Wim Hof þá núna hann bara með sitt og þú veist, það líka eina ástæðan af hverju ég svona fór úr þessu Wim Hof í rauninni maskininni skilur það voru svona alls konar reglur og eitthvað þú veist að þú ætlar að vera að kenna Wim Hof þá þarf þetta að vera aðalnafni og þarf að borga ákveðið á hverju einasta ári og eitthvað svona sem að ég var bara, veist, ég ekki að fara að gera þetta til þess að kenna fólki að anda og taugakerfið og hérna Nei, en þú saðst uppi með lærdóminn Já, og hef fengið bara eins og ég segi til dæmis frá honum Kasper og bara fullt af fræðslu varðandi taugakerfi og stóðkerfi í Primal og frá Þór Guðnavinni mínum skilur Guðna Gunnarsson þú veist ég vil svona meina að þú veist þessi plakkött sem þú færið á skjöl jú, þau eru alveg fín en þú veist það visdóminn sem þú færið frá fólkinu og hvernig þú í rauninni innleiðir það í það sem að þú ert það alltaf gott hérna hvernig Bruce Lee sagði sem sagt absorb what is useful and add it to what is uniquely your own þannig að þú veist sjá hvað í umhverfinu að virka og þú veist mátaði það á sjálfa þig Hittir einhvern tímann Wim Hof? Já, hann var hann úti sko ég fór fyrst hana bara í svona winter expedition í Pólandi sem ekki kennaranám þess að þú ferðu upp á þetta fjall Já, og síðan gerum við það aftur í kennaranáminu svo kom hann hérna einhvern tímann til Íslands og þá vorum við eitthvað með hann líka og Wim alveg æðislega típa sko. Fórstu í kennaranám hjá hann? Já, í það sem heitir Inner Fire Wim ekki mikið eitthvað að kenna á þessu þó hann varðana og svona en hérna en Wim bara taka fram mér bara, þú veist, þetta æðislega manneskja sko. Og bara, þú veist neistin í honum og bara, þú veist þessi svona bardagi hann líka sjómenn sko já þú veist, hann alltaf tilbúin hann svo authentic skilurum ég held að ég sá fyrst þennan kall þegar hann var þarna einhver staðar upp í Síberi og ætlaði að hlaupa marathon á Speedo ég held að hann hafi gert það hann búin að gera alls konar hann leitt sprauta sem með kóleru það ekki, bara inn á spítala eða var það eitthvað annað, ebola eða eitthvað nei sko ég veit ekki ég sá það, ég horfði það á YouTube ekki var það ekki bara rannsóknin sem var gerð sko þá var það sem sagt ég man ekki 13 eða eitthvað þú veist sem að fengu ég man ekki hvað það heitir en það ekki skilur veira hann var sprautað með einhverju inn á heilbrigðisstofnun og var það veikur? Nei, hann kastaði þessu út en þetta ekki í rauninni veira þetta eitthvað sem að líkist skilur þetta fær í rauninni ónæmiskerfi til að bregðast við alveg eins og þú værir að fá
veiru eða flensu eða eitthvað sem er þá skilur með hiti, skjálti, uppköst og eitthvað svoleiðis og það var þessi rannsókn var síðan gerð á skilur á hóp það sem að voru einhverju 15 sem að fengu þetta og 15 sem að fengu þetta ekki og þeir sem voru að gera aðferðina og sem sagt frá Wim Hof aðferðinni þeir í rauninni sýndu engin viðbrögð við þessu sem er ekki veira en líkist við sem sagt þetta hefur þessi áhrif á ónæmiskerfi versus þeir sem að tóku það ekki og þeir eru allir veikir sem að sýnir bara að þú veist með öndun getur þú haft bein áhrif á kerfið þitt. Já, og mjög afgerandi áhrif. Já. Þannig að, sko, svo eftir nú sé ég að þú ert komin líka svona svolítið í kakóið og svo ertu með þessa hljóðheilun og, þú veist, ég var svona svolítið forritinu raunni kakóið, þú veist, hvað býr þarna á bakvið, því að, þú veist, mér finnst þetta mjög gott á bragðið, þetta er svona biturt og nett og ég er ekki frá því stundum að ég finni fyrir svona einhverju mýkt koma yfir mig. Hjartaopnun. Og í alvörinni, sko, en svona mjög svona subtle. Þannig ég var til að heyra eitthvað það og líka hvað var að, þú veist, hljóm eða hljóðbylgjur. Hver er galdurinn á bakvið þetta gong allt saman? Já, sko, ég get kannski bara með kakóið það er í rauninni kakó sem við vinnum með þetta kemur frá Guatemala getur fengið líka, þú veist, sambærilegt ceremonial kakó frá Peru og alls konar svona frá Suður-Ameríku og Mið-Ameríku og hérna en svona í stuttumáli þá í rauninni er þetta þetta er að opna æðakerfið, þetta er að opna hjartað þannig að þetta er ekki bara að opna hjartað á the woo-woo way þetta er basically að þú veist, þú opnar æðakerfið þitt ég segi alltaf að æðakerfið þitt er náttúrulega framlenging af hjartanu þínu þannig að þetta eykur blóðflæðið og þetta opnar líka berkjuna meira og þess vegna finnst mér þetta að vinna svo vel með berkjan er hvað aftur? Já, það er í lungunum já, einmitt og hérna, þetta hjálpar að opna það þannig að mér finnst að vinna vel með því og kakó er stútfullt af andóksunarefnum sem gera hvað? Andóksunarefnin er þetta, þú veist, anti-aging samanburði við bláber sem eiga að vera mjög há þú veist, ég man ekki nákvæmlega en ég minnir að bláber eru með eitthvað 60 eitthvað einingar í einhverju magni versus kakóið á að vera með 600 og eitthvað og svo er bara nýleg Harvard hérna study sem að, mér minnir að vera Harvard það var allavega einhver svona flottur university það sem er að sýna að þetta eykur sem sagt getuna á hérna stofnfrumu þannig að þetta hjálpar að búa til fleiri stofnfrumur sem gera það verkum að þú bara verður bara fallegur lengur já, skilur sléttari þannig að það er alls konar ávinningur í þessu og mér finnst bara það sem að ég geri þá finnst mér, og ég er ekki alltaf með kakó í öllu sem ég er að gera en ég er stundum með svona viðburið það sem er svona lengi, það sem að þú komst í sem sagt innileg djúpslökun og nærandi tónar þá er það bara svona lengri útgáfa af því voruð þið með kakó þá? Nei. Þannig að þú veist, það eru svona tímar sem ég er með einu sinni í viku sem er þá sem ég er búið til í rauninni til þess að fólk geti komið í miðri viku og fengið ákveðna núllstillingu skilurum mig versus þá með kakóun og því þá erum við að koma inn í svona lengri aðtöfn og þá oft eru það að drekka það áður eða? Já þannig að það er svona, já kakó er mjög gott stöf Nú er komið risastórt tjald Já Ætlar að vera með seremoníur þar? Já Þú ert líka komið lítið hús Ég er líka komið lítið hús Hvað, ætti að fara að leiða þetta út til Kínverja, Airbnb? Sko fer örugglega í Airbnb en ég er samt að skoða aðra möguleika það er komið víst meira af options og ég svona vill frekar stimpla inn á ákveðin hóp af ferðamönnum Geti verið með retreatarni yfir helgi og fólk getur gist og... Já og það er það sem að ég sé svolítið þannig bara á landinu okkar að mér langar svolítið að gera í framtíðinni Veitu hvað tjald Þetta er humongous tjald Þetta er 47 fermetrar Ekki sirkustjaldi sem var þarna niður í háskóla Nei Það er ekkert mikið minna sko En hérna, þetta er alveg þetta er 47 fermetrar og hugmyndin er þá að geta verið með bæði bara þessa tíma sem ég hef verið með
námskeið Ingeborg, kona mín líka, hún náttúrulega jurtalæknir og vinnur líka mikið bara með hormónakerfi kvenna og svo náttúrulega eru við þannig sé nýbakaðir foreldrar, stelpan okkar 1,5 tæplega það, þannig hún vill vera með mæðrarhingi og svona, þú veist, eitthvað til þess að styrkja mæður og konur þannig að þetta bara svona, við erum með þetta geggjaða land og við viljum bara gera góða hluti og geta deilt með fólki. Þið erum meira hippalingarnir maður. Þetta er Krókatjörn, þetta er ekkert svo langt frá Hafravatni á Nesjavallaleiðinni. Hann bara búið við með dóttir okkar og hund. Búin að vera þetta í nokkur ár. Já, frá 2001. Þannig að, já, stelpan fæðist í apríl sem sagt í fyrra. Og fæðist hann. Já, sem sagt áttum hana bara í hreinu. Já. Þannig að þetta svona þetta er okkar heiður hann. Þetta er algjör paradís að koma þannig niður, sko. Já, þetta er upp á heiði og maður sem átti þetta undan búin að rækta skóðana, sko. Já. Bara tveir þetta, þú veist, sér maður þetta frá veginum eða veist að þarna þetta er alveg out of the matrix, sko. Já. En þú sér samt matrix í það, sko. Já, gott útsinni. Já. Nei, þú veist að því bara, ég meina, ég hjóla reglulega þarna í kringum Hafravatni og það. Já, ég bara að senda á mig línu einhvern tímann. Já. Þetta er alveg þetta er æðislegu staður. Já. Og bara, það verður geggjað að geta boðið upp á viðburðina og við erum bara vorum svona eiginlega að leggja bara að loka höndina á þetta tjald á það. Við erum búin að setja það upp og ég þurfti að náttúrulega láta slétta fyrir því fyrst. Þú veist, það var ekki sléttur flötur á landinu. Nei. Og bara mosi og bláberjaling og tré og svo tjaldi komið upp og við erum búin að fá sem sagt svona gólfefni eða þú veist, ullar dínu, mottu frá lopa. Þannig að þú veist, við vildum hafa þetta náttúrulegt. Á öllu gólfinu? Á öllu gólfinu er bara svona einangrun frá lopa. Yfir plastið? Já. Vel gert maður. Og dínur frá þeim líka. Og þetta er bara geggja, við vorum búin að reyna að finna eitthvað á netinu og svo bara, þú veist, þess að kaupaðu utan. Svo bara fundum við þetta frá bara íslensku fyrirtæki sem að, þú veist, að búa til alls konar vörur úr lopa og sængur og svo, þú veist, við erum með náttúrulega dínur og sængur og bara geggja stöf, sko. En er planið að þetta standi við vetur? Ég vill taka þetta niður án að byrja að snjóa. Ég nenni ekki að taka sénsinn, sko. En alveg þó að það sé kalt úti og vindur af því að þetta er inn í skóginum og þá erum við með skjól held alveg nógu mikið skjól en ég vill ekki fá snjóþunga núna á þetta og eitthvað svona. Nei, ég veit. Spennandi. Já. En hvað með óminn? Já, tónana. Já. Tónanir, já, sko, tónanir eru líka passa svolítið vel inn í þetta sem ég er að gera. Bara eins og kvöldi sem að þú komst á. Þá byrjum við á öndun og ég nota öndunina bæði til þess að virka aðeins kerfið. Og eins og með önduninni, þú veist, þá förum við aðeins upp í svona örvað ástand til að tengja okkur í rauninni við líkamann og fá smá svona innri útrás. Og síðan fer ég með fólki niður, þar sem við notum þá þessa litlu öndunni, svo Buteyko og svoleiðis. Og þegar þú ert búin að tengjast kerfinu þínu, að fá smá útrás, síðan fer í slökun. Þá í raunin ert í meiri tengingu við líkamann, að þú ert í meiri tengingu við líkamann, þá auðveldara að slaka hann niður. Náttúrulega, kannski svolítið pirrandi ef maður fær fótapirring, sem að getur alveg verið, sem að getur gerst í svona. Og þegar við erum komin í þessa slökun, þá byrja ég að nota tónana. Tíbeskar, tónskálar, gong, fleiri hljóðfæri ég er yfirleitt með þessa tíma út í eten og það eru með alls konar önnur hljóðfæri sem að ég fæ nota af. Þá líka minn orðin móttækilegu fyrir þessari tíðni. Já, og síðan það eru náttúrulega til rannsóknir sem að sýna hvernig svona tíbeskar tónskálar og líka gongið hefur áhrif á taugakerfi og þá sérstaklega á taugaendana. Okay. Og þetta, þú veist, hefur bara, þá maður segja svona, sé svolítið að slípa taugaendana. Svo er að líka hljóðin, bæði úr gonginu, skálunum, þetta er allt eitthvað svona þetta hlýtur að hafa eitthvað með hers að gera, sko. Já,
það náttúrulega hefur áhrif heimisyngi, skilur við. já, þetta er bara betra heldur en heimisynk af því þetta er alveg náttúrulegt en heimisynk er geggjað og bara binaural beats ef þú ert með rétta stöfi er bara mjög gott stöf en þetta er í rauninni skilur the original binaural beats Já. og þegar þú ert með svona tóna ómandi inn í þér skilur mig að því að málið er yfirleitt þegar þú heyrir tónlist eða eitthvað tóna þá svona er heilinn strax búin að pikka upp rytman og svona veit hvernig lagið er og Út af því að það eru taktur. það er taktur en þegar þú ert með þetta þá byrjar heilinn að reyna það Já. en síðan bara fuck it, ég nenni þess ekki sem að kemur heilanum eða hugunum í svolítið smá meira uppgjafar ástand Já, þetta er góða punktur. Já. Þannig að þetta er bæði líkamlegt og andlegt en ég segi bara að það er best fyrir fólk að finna þetta og ég segi þetta alltaf skilur ég get bent á fullt af rannsóknum og ég get sagt hvað mér finnst en fólk verður bara að upplifa það sem maður er að gera skilur Já, því ég minna þegar ég fór hérna í enga tíman til þín Já, að þá sko bara raðaðir úr skálum í kringum mig og settir einhverja skál á magan á mér og eitthvað svona og þá sko gengur hringinn og slærði í þetta og snýrði þessi einhvern veginn og þá er einmitt svo merkilegt að finna sko ólíka staði líkamanns bregðast við þessum ólíkum sko tíðnibylgjum einmitt að einhvern veginn sko slærði í einhverja skál og þá allt í hennu finnur maður eitthvað í maganum og svo slærði í einhverja aðra þá eitthvað bara axlirnar. Fannstu það alveg skýrt og greinlega? Já. Vá. Og það bara svona, þú veist, hver tíðni bara einhvern veginn tengist Það resonator bara einhverjum mismunandi stöðum. Já. Og þetta er alveg, þú veist, ég hef alveg, og þegar ég er með skálanar, þú veist, ég stundum held á skálskilu og fer yfir mannesku og þá kannski, þú veist, ég er að fara yfir hausinn og þá er svona, svo er komin yfir bringuna, þá er svona og breytist tíðnin að því að, þú veist, þú ert náttúrulega tíðni, þú veist, og ef við förum bara hérna í bara atómi, skilur mig, þá er atómi 99,99997 eitthvað, þú veist, það er valla efni. Það er ekki til. Atómið er basically bara tíðni. Og sem að þýðir að þú ert að líka, skilurðu mig. En við erum samt svo föst í efninu. Þessu litla efni sem er basically valla til. Og ef við hlustaði eitthvað Joe Dispenza, og hann er alltaf að tala um það, skilurðu, ef við erum efni að reyna að breyta efni, þá gengur það voðalega brösulega í stuttu máli. En ef að þú ert tíðni að vinna með efnið, þá ertu miklu betri að móta efnið. Það er sá sem að móta á sér hryggjarliðin eftir slisi sem að lendi. Já, og er að hjálpa fullt af fólki. Og þarna sem hann er að gera, skilur með fólkið er þá að vakna held í 4-5 á nóttinni að gera hugleiðslu. Já, það er að hugleiða, það er að skapa. Já, það er skilur með ákveðin. Með hugsun. Já, og þetta er basically þegar ég var hann út í Tælandi og með munknum, það var vakna klukku 4 á nóttinni, göngu hugleiðslu klukkutíma, setjast niður síðan í klukkutíma. Og þar sem ég var, þar sá ég fólk koma bara, þú veist, með lifrabólgu, þú veist, alls konar skaða, líkamlegan skaða, sjúkdóma og fór síðan út eftir, þú veist, ég man ekki hvað, 2-3 vikur í miklu betra ástandi. Bara með því að gera hugleiðslu á nóttinni. Eða, þú veist, vakna á réttum tíma og gera þetta. Já. En þetta sýnir bara að því að sko hugurinn okkar hjá flestum í nútíma samfélagi er á default móti. Hann er bara á autopilot. Og stöðugt. Þannig að þú ert að hugsa sömu hugsanir og varst að hugsa í gær. Ég man ekki hvernig það var, ég held að sé svona 95% af sem þú hugsaðir í gær ert að hugsa í dag. Sem að þýðir að þú ert alltaf að skapa sama raunveruleikann. En ef að þú fer síðan í að bara goddammit, ég ætla að búa til nýjan raunveruleika, þá þarft að þjálfa þig. Þetta er bara alveg eins og að þú ætlar að fara að byrja að þjálfa þig líkamann, skilurðu mig, þá verður að fara að gera, þú veist, nýjar æfingar eða reyna öðruvísi á líkamann. Ég hugsa að það sé líka alveg mjög stór partur, þú veist, ef þú vilt fara að breyta til, að það er ekki bara að fara í hausinn, það er líka að fara í líkamann. Af því eins og við erum að tala um með teyjuna og þetta, hvernig þú finnur þegar við losum úr kerfinu, að það er eitthvað að losna. En á sama tíma held ég að maður þurfi þá líka, þú eru búin að losa shitið úr, þá þarftu líka að byggja upp einhvað nýtt. Þannig að ef að þú ert að byggja upp líkamaðinn með ásetningi líka sem að þú vilt skiluru, þú veist, þú voru að tala um ásetningu hvort sem er að breyta hegðun eða eitthvað,
og ef ég tek það inn í líkamlega æfingu þá held ég að ég sé að staðfesta það ennþá meira að það ekkert sem að segir að hugurinn og hugsun alltaf fer fram í heilan. Þetta svo frábært það svo að segja, en af hverju eru læknar ekki að ávísa þessum heilræðum og veist, kulda, öndun, hugleyslu, hreyfingu? Það er ekki peningar í þessum Það eru peningar í þessu, ég meina handtökum Monnís fyrir að þjálfa þig. Ég að fá borga fyrir að láta fólk anda, skilurðu mig. Er Dr. Lárus ekki bara að ávísa einhverjum kvíðabolta í stað þess að senda hann á veist, einhver bensólif eða eitthvað álega? Af hverju er hann ekki bara senda hann frekar til Arnús? Já, ég meina, þú veist, er það Það ekki? er samt alveg að gerast. Það eru 3 á Íslandi sem gera það? Ég veit það ekki, en þetta er náttúrulega, ég held að sé svo margþætt. Skilur með af hverju þetta er ekki að gerast. Bæði þú ert búin að fara í gegnum eitthvað nám í mörg ár og það er búið að segja þér að þetta sé svona og síðan kemur einhver annar allar að segja þér einhverja nýjar aðferðir sem eru einfaldara heldur en þetta, basic aðferðir og þetta er svo mikil árás á þitt trúarkerfi. Menn eru stundum lengi í vörn og svo fara þær úr vörninu og taka inn nýja hluti. Heldur það sé þrýstingu frá lyfjaðina? Pottþétt. En þú veist, og við vitum þetta allt, skilur en það sem að mér finnst vanta svolítið er líka bara ábyrðin á einstaklingin að ég veit alveg, ég þekki alveg lækna fólk er líka bara að labba inn til læknis bara nennur að skrifa fyrir mig ég treysti þér í 100%. Já, líka bara, þau vilja fá, skilur vilja ekki breytingu. Þau vilja bara fá að gleypa vandamálið. Þau vilja ekki breytast en þau vilja breytingu. Nei, ég held ekki, þú veist og þarna getum við farið í bara guðina, skilur mig, þú veist, vilja er verknaður. Getur langa það, en að vilja það er að gera það, skilur. Og mér finnst bara mjög gott að við séum að benda á hvernig heilbrigðiskerfi er og þú veist, það er ekki allir búin að átta sig á því, en mér finnst algjörlega fyrst og fremst að því við förum ekki að breyta kerfinu eitthvað núna, en við getum strax byrjað að breyta sjálfum okkur. En það, þú veist, krefst þess að maður gerir breytingu. Þá er bara fínt að byrja á einhver einu. Og mínum að þá er öndunin það einfaldasta. Að því þú ert alltaf að anda. Og þú getur valið að breyta öndunin á einhvern hátt. Þannig að ég pröfa bara, þú veist, að setja reminder í síman minn. 7 sinnum á dag. Að hvort sem ég nái þá að fara í alvöru öndunaræfingu eða þá bara, ég ætla að róa öndununa mína aðeins niður núna í 5 mínútur. Þetta er það sem ég er farin að ráðleggja fólki. Fólk kemur til mín með alls konar kvíða og vesen og rugl og það er að leitast eftir hvort það sé sveppur eða CBD eða THC eða eitthvað. Og veist, þessir einstaklingar alltaf fyrstu ráðin, það er bara farðu fyndi eitthvað sem getur kennt þér að anda. Algjörlega. En þetta eru lélega fréttir fyrir fólk, sko. Fólk vil fá stöffið, sko. Og þarna kemur einmitt að þessu, skilur mig. Þegar ráðið, þegar krefst eitthvað af þér. Og líka bara þegar það er of einfalt. Það er fólk ekki að kaupa. Nei, ég veit ekki hversu margir hafa komið, skilur maður bara gerðu Bottego. Skilur mig, ég með kuna sem hafa verið í meir en ár hjá mér. Þeir eru ekki byrjaðir að gera Bottego. Skilur mig. Og síðan loksins bara þegar þið pröfað, þá bara af hverju var ég ekki byrjaðir á þessu? Þú getur bara ímyndaðir manneska sem er basically andandi með opinn munnin sinn bara síðustu 10-15 árin. Getur ímyndaðir breytinguna bara á því að loka, bara á því að halda kjafti og anda með nefinu í viku. Getur ímyndaðir breytinguna sem þessi manneski á eftir að upplifa. En máli er, hann að koma aftur að því, skilur að líkaminn hann vill í rauninni af því ef hann er búinn að vera að anda með opinn munn þá er hann að losa koltvísýring svo hratt. Þannig að koltvísýringsþolið er svo lítið og þess vegna vill hann anda með munninum, anda hraðar til þess að losa koltvísýringin hraðar út. Þannig að sumir sem hafa verið að anda með munninum í mörg ár, allt í einu halda þær kjafti og fara að anda með nefinu. Það er bara eins og sé að kapna. Þeim finnst þeim svo sé að kapna. Þannig að þetta er alveg þjálfun, en þetta er einföld þjálfun. Bara haltu kjafti og andaði með nefinu. Byrjaðu þar, geggja, mér líður vel, ok, gerum þetta aðeins meira krefjandi. Skilurðu, byrjaðu að róa fráhandum, byrjaðu að gera smá breath-hold. Skilurðu, og þetta þarf ekki að vera í því að ég sess niður og gera æfingu sem er samt geggjað. Það er bara mjög gott að setjast niður
og gefa sjálfum sér rými og tíma og senda þau skilaboð út í kerfi bara hey, I'm here for you og ég að gera þetta fyrir þig en þú getur alltaf verið að hafa áhrif á öndununa þú getur verið að gera minimalöndun meðan þú horfur á Game of Thrones getur það, þú getur verið að gera sófateguna meðan þú ert að horfa á eitthvað eða hlusta á hljóðbók, skilurðu mig þannig að það er alltaf hægt að henda eitthvað inn annað en að borða snakk og voitu já, En þú getur það líka já, þú getur fengið snakk og voitu algjörlega en þú getur líka bara, þú veist baka kartöflur upp úr tólg skilurðu mig og fengið gett gott snakk sem er ekki með seed oil eða palmóli eða En talandi svona stöff og einmitt, ég nefndi hérna sveppi, það er eina af þessu spurningum hérna, þínum mati, er þetta sami hérna hugvirkandi efni með kulda og öndun, teyjum? Hvað finnst þér það? Sko, mér finnst að grunnurinn af breytingunni ætti að koma út frá, skilurðu, hvað er það sem ég vill fá. Þú veist að þú sért svolítið skýr, að því flestir eru bara með langar ekki að líða illa. Ok, hvernig langar þér að líða? Þú mátt bara þú veist the sky is the limit, skilurðu mig bara, þú veist, og það má síðan breyta því seinna meir, skilurðu mig þannig að fyrst og fremst, hvað viltu fá út úr þessu bara, hverju viltu breyta og ég myndi vilja að fólk myndi byrja að gera undunaræfingar, myndi byrja að gera teyjunar eða líkamann, skilurðu að það myndi sjálft byrja að gera einhvað að því þá ertu farin að senda þau skilaboð, ég er að vinna í sjálfum mér ég er að gera vinnuna þá ertu komin líka með ákveðin svona mentality þú ert líka farin að þú veist, þú ert að senda skilaboð í kerfið, ég er að sinna sjálfum mér þá tekur whatever it is skilur, microdosa, psilocybin eða hvað sem er, þá ertu komin með eitthvað til að aðstóða þig í þínum ásetning Eitthvað grunn já, að því ef þú spáir í því og ég veit að þú þekkir verið til bara eins og með psilocybin það er að hjálpa þér að búa til nýjar brautir það er að minnka virknina í vananum en ok, ég hef ekki nein vísindaleg rök fyrir þessu en bara frá því sem að ég veit ef að þú byrjar bara að taka psilocybin til líður aðeins betur en þú ert að gera alltaf sama áfram þá hlýtur þú bara að fara að virka það meira þú veist, ég spáði í þessu skilur það er alltaf örugglega stór hætta á því já, þú veist, þú finnur léttir á taugakerfinu, þú finnur minna áreiti frá huganum en þú ert kannski að gera nákvæmlega sama og þú hefur verið að gera þannig að út frá því sem að ég hef lesið mig til þetta þú veist, þá hlýtur þú bara að virka þessar brautir síðan ennþá meira þú veist, bara pæling klálega, enda held ég svo litið að tölfræðin á bakvið það eins og með smáskömmtun og svepp sko, tölfræðin er svolítið sko 90-10% sko veist, það eru þessi 10% sem maður sér að bara raunverulega en eru þá með grunn og hafa einhvern veginn á honum að byggja og raunverulega upplefa eitthvað frelsi og komast í eitthvað ástand þar sem að einn daginn að fólk bara sleppur þessu frá sér því það bara komið á þann góða stað en svo eru hinir sem að verða fyrir miklu vombriðum eða ná einhverju kikki fyrst en einhvern veginn, eins og þú segir haldast í þessu sama fari endalaust og breytingin raunverulega á sér ekki stað Nei, af því að það breytir ekki Nei, einmitt Þetta er mjög áhugavert sko. Já, en hvað með þarna núna, við erum búin að vera að tala hérna kuldan og öndun og sveppi og teyjur og ásetning og svo framvegis núna erum við semst, Arnór hérna búin að fara svolítið í farguðuna og ég er nú kannski meira ég er fíkill í farguðuna gott maður og það er auðvitað sjórin Knippaði í mig næst maður, ég er til í Já, það er bara á þriðjudaginn eftir viku Ég skal senda þér skilaboð og minna þið á það Er það naked eða? Nei, þessi er ekki naked okay. En ég hef verið að fara líka svolítið í nakta og það var líka einmitt svona talandi það, svona ákveðin æfing að fara yfir svona ákveðin þröskuld þú veist, ég áttaði með þau ég bjó erlendis í næstu 20 ár og mér voru oft bóðið svona naktar sánur og ég sneikaði mig alltaf frá því sko, með einhverjum fölskum og lélugum áskunum en raunverulega ástæði fyrir því var að ég var bara hræddur við að vera nakin innan kvenfólk sem ég var ekki að ríða skilur við, bara búin að tengja einhvað skrítið pattern við það var bara eitthvað skrítið í gangi þarna og það er mjög
erfitt að kalla sig heimsborgar en maður getur ekki farið í nakta sánu sem eru bara gangi út allan heim. Já. En þetta var stórt skref sko, og mjög frelsandi. Tók 2 mínútur. Já. 2 mínútur bara að vera frjáls fyrir þessu. að klæða þig úr. Nei, veist, þetta var bara svolítið vandrarlegt svona þessi byrjun fannst mér en svo bara einhvern veginn bara ekkert eller og fallegra og meira traust og annað en í svona rými sko. Já, ég meina þetta náttúrulega að þú ferði í svona, þú veist, alvöru spa eins og eitthvað bara svona Baden dæmi út í Þýskalandi sko. Já. Að þar bara allir allsberi sko. Já, þetta líka bara svona ákveðin svona statement, skilurum mig. Já. Bara þóra að vera þú, skilurum mig. Og ég náttúrulega, sko. þú veist, þessu, bara, ég þekki mikið af fólki og veist, og ég á svona marga vinahópa, skilurum mig. I got my old homies from back in the days og síðan svona, þú veist, fólk sem ég er búin að kynnast meira í gegnum þetta andlega og kakó og svona og þú veist, bara í ákveðinu hópi þá eru við oft bara einhver staðar í hrárri náttúru bara, þú veist, við hoppum honi í eitthvað foss eða læk og síðan erum við bara nakin í sólbaði og eitthvað, þú veist bara eins og einhver álvar í Sigurósa-vídeói, skilurum mig. En þetta myndir ekki gera með gamla vinahópnum? Nei, þetta væri bara, þú veist, það ekki rétt moment, skilurum mig, því að þetta væri bara, þú veist, og ég hef enga áhuga á því, skilurum mig, að vera eitthvað bara ég þóra að vera nakin, skilurum mig, þú veist, það ekki pointið í því. Pointið í því bara að njóta þess að vera frjáls, skilurum mig og þú veist, og í rétt að hópara, þú veist, bara. Svo var náttúrulega í mörg ár hérna, sko, best geymda leyndamál Sundstaðar Reykjavíkurborgar var hérna sko gufan í Breiðholtslaug sem var hérna alveg bara sko þurfti sérstakann lykil og helst bara vera með sambönd í afgreiðslunum til þess að sko fá að fara í gufuna og þá var bara algjörlega aðskilin kalla á konugufa og þá var bara standard að vera allsber í gufuna. Það ekki þannig lengur. Nei, nú bara búið að taka hurðina af hjörum. Ég veit það, ég var bara núna, ég var ekki búin að fara. Geta konur og kallmenn farið inn? Það aðskilið, sko. Já. En það stendur núna bara vinsalaðast verið í sundfatnaði og hafið handklæði. Og eru konur og kalla þá saman? Nei, samt þetta aðskilið. Já. En hver eru forsenduna fyrir þessu? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Og sérstaklega einhvern veginn að sko að taka hurðarnar af hjörum. Já, þetta var alveg svona ákveð svona fara inn í smá klúbskilur. Já, einmitt. Og veist. Og svo sko, ég minna, voru eins og kojur þarna. Já, með svona gúmi dýnum. Já, ég sko, ég hef ekki farið, sko, það ekkert langt síðan ég fór í fyrsta skipti í Breiðholtsleiðina, sko. Ég náttúrulega erst upp á Álftanesinu. Þetta var heitasta guðan í Reykjavík. Ég var meira í Hafnarfirði og Álftanesinu og það var held ég í Suðurbæleiðinni í Hafnarfirði. Þá voru einhverju svona kojur eða bekkir til að leggjast í. Já. Minnir það, sko. Já, það er sána þar. Já. Svona kallasána. Já. Var það, langt sinni ég farið þangað, sko. Já, en sko, það er náttúrulega, eftir að World Class kom náttúrulega líka upp í Breiðholt, að þá svona fór aðsóknin að aukast í gufuna. Öðruvísi krát. Já. Það er allir mjög massaðir þarna. Já, eða pungsíðir. Já, annarkvort. Já. Það er annarkvort sixpack eða bara istu og milli hnjánna. Já. Það er svona þannig. Já, og svo þarna er verið að þarna innlega þessa sko handklæða menningu. Já. Og það er að ganga svona. Hvað þýðir það? Að vera með handklæði sánunni. Já. Þóttu sett í sundskilu? Já, og sitir á handklæði. Þóttu sett í sundskilu? Já. Af hverju? Það byrjaði í Mosó, held ég. Já, og þeir í Mosó það er sko handklæða fasistar. Já, þeir kom alveg inn í klefan, sko. Já. Er það regla? Já. Það ertu rekin úr sánunni ef þú situr ekki á handklæði. Og notabenni, rauðu vörglashandklæðin teljast ekki með. Ég ætla aldrei að fara þarna. Jú, þetta er góð sána, sko. Það er góð sána. En mér finnst það ekkert að því að sitja á handklæði, mér finnst það bara fínt, en mér finnst það samt vera svolítið full mikið að þetta sé bara alveg bara af því að, þú veist, svitin sem að fer í handklæði, hann er að fara í gegnum handklæði á bekkin, sko. Já. Og sama sko líka bara, þú veist, ok, það er talað að skóla af sér áður maður fyrir laugina, sem er bara fín regla, en ef þú pælir samt í því, þú ert í 43 stiga heitum heitapotti, þú ert að svitna í heitapotin, sko. Já, auðvitað. Já. Herri, við vorum að tala um sánu. Já, hvað með hitan? Já, hann er geggjaði líka. Af hverju?
Sko til að útskýra þetta á einfaldan hátt þá ákveðið áreiti á líkamann alltaf gott í ákveðinu magni, í ákveðin tíma þannig að eins og með kælinguna fyrir fyrst þangað þegar ég fer hún í kalda vatnið þá bregst líkaminn við á ákveðin hátt og til þess að halda þér lifandi þá byrjar hann að þrengja æðakerfið í útlimunum til þess að fá síðan þá meira af heita blóðinu inn í korið og þegar þetta gerist þá fer ákveðið prósess í gang skilur það kæling í gangi líkaminn vill búa til meiri hita fer að búa til meiri orku í rauninni býr hann til líka meiri orku þegar hitin nema hann gerir það allt annan hátt ok, þannig að þetta ferli í rauninni þá líkaminn að reyna að koma þér í það sem við köllum homeostasis homeostasis í bara í svona rauninni eðlilegt slökunar náttúrulegt ástand það sem að við erum bara inn í hellinum og liðum vel skilurðu þannig að líkaminn byrjar að reyna að koma þér úr kælingunni gerir alls konar hluti, dælir hormónum, þrengir æðakerfið, býr til meiri orku í frumunum þínum, brennslan fer á stað til þess að koma þér aftur í homeostasis. Sama á við þegar þú fer síðan í hitan nema þá opnast æðakerfið til þess að koma hitunum út, svitnar til þess að koma hitunum út. En aftur á móti það bara, þetta bara andstæðan við kælinguna. Þú samt að búa til orku, samt að setja álag á kerfið þitt, en álagið að koma að því líkaminn vill koma þér í homeostasis. Þannig að alltaf við að búa til ákveð magn af áreiti á kerfið yfirleitt okkur til bóta, skilur við mig. Þannig þegar við erum farin að krossa. Já. Heitt og kalt. Já. Og þá þegar þú tekur heitt og kalt, þá ertu í rauninu bara þú ert bara í æða leikfimi. Æðakerfið bara í leikvimi þannig að þrengast og það að opnast en að vísu náttúrulega þá þetta ekki eitthvað sem segir bara öllum að gera skilur við mig þú þarft alveg fyrir marga þá þyrftur að vera búin að þjálfa það aðeins að þið bæði að fara að hoppa beint frá kælingunni í hitan af því að eins og ég var að segja þá kælingin hún búin að þrengja á þeir útlimuna þrengja æðakerfið þar þannig að það kalt blóð í útlimunum og hún reyna að halda heita blóðin í kjarnanum ef ég hoppa beint hún í 43 stiga heitan heitapott þá opnast æðakerfi strax og kalda blóðið fyrir inn í korið þannig að fyrir einhvern vanan þá þetta kannski allt í lagi skilur mig en fyrir einhvern sem hefur og þetta gerist oft í Nauthólsvík þannig að fólk bara geggja maður, ég fór bara í sjósund og gat verið lengi í sjónum maður, djúlir ánað með mig fer síðan beint í heitapottin og síðan allt bara og það gerist bara ofkæling sko. Í heitapottinum af því að þú leiðir ekki líkamannum þínum að gera það sem hann á að gera til þess að koma þér í náttúrulegt ástand En þarna það eitthvað svona þekkt fyrirbæri ég upplifi þetta stundum alls ekki alltaf þegar ég fer í kaldapottin að svona í alvöru andaköldu Já Þú veist það sem ég finn bara einhvern veginn að andadrátturinn hjá mér verður kaldur. Já. Þetta eitthvað svona... Ekki einhvað sem ég hef skoðað eða pælt í en það meikar samt alveg sens. Kólnar náttúrulega bara alveg. Kólnar, skilur og það eru alveg pínu litlar æðar alveg bara sem að koma að lungna blöðrunum þínum. Já. En ég ætla ekki að segja neitt, að það sé að þú sért andaköldu lofti frá þér en þú ert klárlega að upplifa það. Já. Þannig að það getur verið, og ég tengi við það sem þú ert að segja en taugakerfið og allt líka í einhverju mega ástandi, þannig að það gæti verið að það komi kaldar á loft út eða kannski það bara einhver tilfinning sem þú ert að upplifa Já. Við erum alveg að komast að lokum í þessu það eitt frá því þú byrjaðir í jóganu 2012 og svo ertu komin þannig svo ert í dag og búin að fara í gegnum allar þessar iðkennir og þjálfanir og uppgötvanir og þú hlýtur alltaf að vera að læra nýja hluti. Hvað heldur að sé næsta hæpið? Næsta hæpið? Erum við búin að taka NMA nógu vel inn?
Það alveg, ég að heyra svolítið mikið að því núna, sko. Nei, var En það ég held að það veri- Jónína Ben Það er tók svona eitthvað það? held ég að kemur og fer, sko. Já, Já. ég man eftir að Jónína Ben tók svolítið gott stólpípusessjón hérna árið. Það sem að hún var að senda fólk á stútin alveg bara hægri vinstri og Já. rauðróðdjús og stútur, sko. Já, spurningin hvað var að koma út, sko. Því, ég var að tala við mann daginn, ég ætla ekki að nafngrina, en svona stóran mann í þessum andlega heimi hérna og þessari iðkun á Íslandi. Hann tók eitthvað svona viku cleanse með einhverjum efnum og eitthvað fasta með þessu og eitthvað bladi bla og veist, hann ætlaði að fara að sýna með ljósmyndir, ég vildi ekki sjá það en það voru bara alls konar egg og púpur og lirfur og á síðustu dögunum hans það kom svona langur ormur út á raskatina á honum svona bara svona flatur bara svona einhver frímerkja ormur bara, þú veist Já. bara einhver lífvera sem var bara hálfu metur á lengd, bara út úr og þetta er maður sem er í formi og í þjálfun, sko Já. þú veist, það er ekki bara að fara að huga meira að þörmunum okkar og kúknum Jú, náttúrulega flóran er sko, það er alveg orðið þing skilurum að spá í flórin, en flóran er náttúrulega fucking flókin sko ég sko það sem að ég veit ekki mikið um það þannig ég vil ekki vera, þú veist, tala sem einhver flóri sérfræðingur en flóran er til dæmis að hafa áhrif á hvernig við hugsum og það sem ég veit að hérna er ekki að hafa góð áhrif á flórun okkar er til dæmis þessu gerfisæta og þessar fræoljur eins og allir þessir orkudrykkir kollab og allt þetta þú veist, öll gerfisæta það er bara, og veist, þá eftir að koma held ég ennþá meiri ljós bara, þetta er að fokk upp flórunni Já, ég hef nú heyrt að fólk er að fara í svona einhver, bara svona saurflutning Já, það er eitt Þeir tóku þetta, þeir horfðu hérna Þetta er myndin á Netflix hana Þetta er í einu South Park þætti Ef þú vilt fá einhverja góða fræðslu eitthvað viðfangsefni á stuttum tíma þá horfir á South Park þáttinn það sko. Já, það móli En það er sem sagt, ef einhverju með geðveitt góða flóru þá er hægt að sem sagt, taka saur úr þeim þeirri mannesku, bara kúk það er bara að setja, og bara í rassin á manneskinu og það á víst að hérna bara koma flórunni víst, það er eitthvað meira process en það en það hérna, þannig að þú veist einhvern með geggjaða flóru Já, þá bara napparu smá hérna saursampól frá honum Já, það er Netflix bíómynd sem er núna búin að vera í gangi þar sem fólk er að gera þetta hún fekk kúkurinn hjá máu sínum eða eitthvað, hann var mjög góðan kúk og þetta var allt hilkjað og hún bara var að taka þetta í hilkjum á mótnana bara eins og víta. Já, það geta það Já Bókstaflega shit bara Jéttu skít Já, einmitt, en svona öllu gamni sleppt hvað er eftir? Hvað er þú eftir að vinna með það eiginlega? Hvað? Augun, nei það er Netflix það er hægt að þjálfa augun sko, það er til yoga sko en þú getur náttúrulega, ef þú spáir í þú getur eftir alla tætti líkamanns og þú getur líka gert augnæfingar skilur, eitthvað horfa í hringi, horfa á starf á kerti einhver tíma, alls konar æfingar við erum að horfa hérna bara svona ég sem aldrei gert það sko Hláturjóga náði ekki í miklu flugi en það var einmitt það sem komið við þurfum kannski að fara að taka okkur aðeins minna alvarlega og komast aðeins meirinn í húmor og kannski ég var eitthvað að hugsa svona stand-up eða spunajóga eða eitthvað svona en hláturjóga, það var ekkert eitthvað big thing sko ég hef alveg farið í hláturjóga ég veit að hérna hann Sölvi Avocado hann hérna, hefur verið með svona og svo voru þið með hérna hvað heita, gleðismiðjan eða eitthvað það er eitthvað svoleiðis þau komu, sem sagt, við vorum Primal þjálfarnir voru með svona hópefli og þeir komu frá gleðismiðjunni komu þeir, og ég held að þessi leikari og þú veist, það var geggja sko og hann var sánað að því við vorum svo móttækilegur hópur sko, þú getur ímyndaðir að vera með hláturjóga og mæta í eitthvað fyrirtæki og liðið er ekki móttækileg skilurum, þú ert að reyna að fá fólki til að hlæja og það er allir bara sterilæsaðir sko, það eru glata en hlátur er náttúrulega geggjaður og hérna mér finnst það ógeðslega mikilvægt og ég bara, ég horfi ógeðslega mikið á stand-up South Park skilur þetta er svona einn af fáu þáttunum í dag sem að ég bara svona býð eftir að næsti þáttur eða stuttmynd kemur sko ég er ótrúlega mikið bara fyrir svona dark comedy og grófan húmor og þú veist
það breytist aldrei skilur mig það er kannski misjátt hverju maður að deila á samfélagsmiðlum skilur þú veist, opinberlega eða á sína nánustu vini sko. Alls ekki nasista djóka, það stránglega banna ég þarf að standa á mig stundum þannig að svo þetta hennar bara, hvað ætlar að vera eftir 10 ár? Hvað ætlar að verða þegar þú erum stór? Þegar þeir eru orðin stór sko ég ætla að vera búin að koma mér vel fyrir hann á landinu en svo eins og með þetta manifestation sko, maður veit aldrei hvernig hlutinni gerast og ég get alveg sagt að bara þetta er einhvað sem ég var löngu búin að ákveða að ætla að gera ég var þannig sé eiginlega búin að gleyma því spæði að vera með mitt eigið land fullkomna konu barn, allt þetta er að vinna í áttina að ég geta haft svona hálfgert retreat center hana þetta er eitthvað sem ég er löngu búin að skrifa niður sko. En í amstrinu var maður einhvern veginn svona búin að gleyma því en svo bara svona þegar maður stoppar þess að hugsa það bara já, ég er actually búin að vera að láta hlutina rætast þannig að ég sé fyrir mér bara retreat hana og ég sé miklu meiri tíma fyrir sjálfa mig til þess að sinna sjálfa mér og gera það sem að ég vil gera ég er búin að vera svolítið mikið núna á keyrslunni skilurðu og náttúrulega það sem ég er að kenna fólki ég er ekki að kenna fólki að hætta að vera á keyrslunni, ég er að kenna fólki hvernig að meðhöndla og ég get bara fundið það virkilega núna bara á síðustu 2 árum og náttúrulega þú veist, þegar barn kemur inn í myndina ekki, þú veist, planað að þá náttúrulega, þú veist then life starts það breytist allt og ef ég væri ekki með þessi verkfæri sem ég er búin að vera predikari yfir liði, sko þá held ég að ég væri örugglega alveg búin að grilla með algjörlega og ég get alveg viðurkennt það að ég er alveg búin að vera nálagt grillunu á tímapunktum og bara stundum alveg bugaðir skilurðu mikil vinna á kvöldum og ég alveg gleymi sjálfur skilurðu og stundum fæ ég tímabil það sem ég er bara ég bara sinni sjálfur mér ekki nógu vel þannig að ég vil bara sjá mig eftir 10 ár þar sem að er bara allt í góðu flæði þar sem ég er að gera starfstengt og svoleiðis og ég hef mikinn tíma til þess að vera með fjölskyldunum minni komið fleiri börn og börnin mín hafa það gott og ég get verið að leika mér með börnum og bara marshmallows á grillinu já, homemade marshmallows það er alveg, kona mín alveg gerir margt homemade sko. hún gerði marshmallows daginn úr hérna gelatín og hvort það er lindsýrup og eitthvað sko. geggjast öf sko. Þetta eru góð markmið já, ég held það bara sko. Herru, voru þetta loka orðin þín eða? Nei, tökum hálftíma jú, ég held það bara ég held að bara það séu góður sko. Ég hef ekki stefna bara að comeback in eftir einhverja X-þætti ég er bara alltaf til í að spjalla sko. gaman að fá þig og bara getum spjallað hvað sem er sko. ekkert endalega þessu tengt sko. Nei. það getur farið út í geimverur og allan pakkan sko. já, ég er til í það quantum physics og pakkan sko. já. Yes. Ert þú ekki þar, namni? Jú, algjörlega ekki jafn mikið á Gunni Nei. Segur Herðu, við hérna í Alkostinu við mælum með að þið farið inn á heimasíðu Betri daga og skoðu úrvalið og Andri Æsland og .com og farguan.is líka minn ykkur á að fara semst inn og subscribe eða followa á streymisveitum semst undir þvottahúsið Alkastið eins og YouTube og Spotify og svo má líka finna okkur á Facebook og Instagram undir þvottahúsið kannski að fæ að hendin síðunni minni algjörlega bara anda.is finnið bara held ég allt sem er í gangi ég reyndar ég er búin að vera í fáránlegum framkvæmdagír basically ég er ekki búin að vera að setja neitt í anda.is en þetta er Facebook síðu líka? Jú, það er bara anda með Arnóri og Arnór Sveinsson á Instagram en þetta finnst allt inn á anda.is já gaman að fá þig í kvöld já, geggja spjall gaman að koma Namaste